Já, góðan daginn. Ég vil bjóða ykkur velkomin á þennan fyrsta þátt okkar velferðarmál sem að við í velferðarnefnd Sjálfstæðisflokksins ætlum að halda úti næstu vikunar, svona vikulega. Ég heiti Þorkell Sigurlaugsson og formaður velferðarnefndar kosin á síðasta landsfundi. Það búið að vera talsvert mikið í gangi á sviði velferðarmála sem að við höfum verið að undirbúa fyrir landsfund sem að við vitum aldrei hvenær verður haldinn, þannig að við höfum verið tilbúin síðan í nóvember og núna erum við að fara að sjá fram á að hann gæti orðið í ágúst vonandi, þannig að við erum að hita upp og reyna að fara að vinna nú þegar í okkar ályktunum. Nú til þess að vera með viðmælendur hér þá fannst mér við hæfi að fá fyrst tvo unga flokksmenn, þau Höllu Sigrúnu Matthísen sem formaður SÚS frá 2019 og Sigurgeir Jónasson sem búin að vera í stjórninni síðan 2015 og ég vil bara bjóða ykkur bæði velkomin í þáttinn og þennan fyrsta þátt og við ætlum að ræða ýmis mál sem að snúa að velferðarmálum en það verður ágætt að byrja og gott að heyra í ykkur svona hvað hefur drifið á eitthvað daga og hvers vegna þið hafi komið inn í pólitíkina og svona við hvað þið hafi starfað í gegnum árin. Já, fyrstlega takk bara fyrir að bjóða okkur. Ég, eins og sagði, kom inn í starf SÚS 2019 og kosin á SÚS-þinginu á Akureyri það ár og ég hafi verið svona að taka þátt þegar ég gat út að ég bjó erlendis þar á undan í alveg 8 ár. Ég bjó sérst í London og var þar í háskóla og bjó svo í Róm og klára menntaskólann þar. Þannig ég fram að 2019 það hafði ég komið inn í starfi á sumrin og þegar ég var inn í fríum en svo ákvað ég að láta slag standa og bjóða mig fram sem formann 2019 þegar ég var loksins flutt heim. Og ég meðal annars flutti heim út að ég fekk vinnu hjá Arion banka og þar starfa ég enn í dag í fyrirtækjaráðgjöf. Og já, það var kannski bara þú veist, það áhuga svið eins og starfið mitt gefið til kynna sem að gera það verkum að maður fór að blanda sér eitthvað í pólitík. Maður náttúrulega ég lærði hagfræði og stjórnmálafræði í háskólanum og það eiginlega þvinga mann til þess að velta svolítið fyrir sér stjórnmálum og hvernig málunum háttað. Já. Það það eðlilega og bara ánægilegt að heyra. En hvað segir þú? Já, ég eins og sagði, ég kom inn í starfið 2015. Þá tók ég þátt í á SÚS-þinginu í Vestmannaeyjum. Það sem Laufey Rúnar kjörinn formaður. Og fór í kom inn í stjórnina þar og búin að vera eins og segir síðan þá í stjórninni bæði hjá Ingvari Smára og núna hjá Höllu. Og verið í framkvæmdastjórn síðan 2017. Og ég byrjaði svipað á Halla að fá áhuga á þessu að pæla í þessu þegar maður var í menntaskóla og þegar ég var í Vestló þá fór ég hagfræðisvið og fór að pæla í í öllum þessum málum þjóðfélagsmálum og þar á loka árinu þar byrjaði ég að mæta svona á fundi og fór síðan í hagfræðinám í HR kláraði það og núna að vinna hjá Kvik og eignastýringu og já, bara samlega með teka þátt í SÚS. Svo þið eru bæði svona í bankatengdur í starfsemi, má segja. Já, og ágætt að heyra. En þá ef við snúum okkur að velferðarmálunum, þá hafa þau snúist mjög mikið heilbrigðismál fyrst og fremst núna þessu kjörtímabili. Það hefur reynt meira á kannski heilbrigðisráðherra heldur en velferðarráðherra. Þetta eru svolítið verkaskipting sjálfsögðu á milli og við höfum nú svona meira verið að fjalla heilbrigðismálin. Þau hafa verið svona meira í sviðsljósinu og eru meira umdeild og þið hafið komið að þessu málaflokki óbeint í gegnum plaggið Handan við storminn sem þið gáfuð út núna, mjög áhugavert rit og segið okkur aðeins frá því. Hvað var í því plaggi og hvernig gekk að smíða það?
Já, okkur þótti svona, já, í þessari COVID, í þessum COVID-umræðumöllum, þá hefur svolítið minna farið fyrir sko hvernig við sjáum fyrir okkur Ísland og framtíðina þegar þessu ástandi lýkur og núna sannarlega farið að birta eins til og núna hefur svona umræðan svolítið fæst yfir í sko hvað við viljum sjá núna þegar COVID verður ekki alls ráðandi, þegar bólusetningar ganga vel og það hægt að opna og ferðarþjónustan getur tekið aftur við sér og svoleiðis. Þannig við vildum koma með svolítið svona málefnilegt innslag í það hvernig við sjáum fyrir okkur og hvað áherslu við viljum sjá í fyrirrúmi þegar við loksins getum farið að ræða þessi mál í staðan fyrir viðbrögð við neyðarástandi. Og við héldum annað vinnustofur í lok febrúar sem voru í rauninni 4 vinnustofur í efnahags- og atvinnumálum, umhverfis- og auðlindamálum, menntamálum og heilbrigðismálum. Og það alveg óumdeilt að það var náttúrulega áhuga á öllum þessum sviðum en heilbrigðismálin eru mjög sterkur og mikilvæg kafli í þessu plaggi og þar hafa ungi sjálfstæðismenn mikið af hugmyndum til umbóta. Já, einmitt, og það það sama og við í velferðarnefndinni teljum að það sé bæði mikilla breytinga þörf og miklu meiri nýsköpunar og miklu meiri svona sjálfstætt starfandi hugafars inn í það, bara eins og við erum að sjá víðar í þjóðfélaginu. En við langar að spyrja nokkra svona málaflokka sem að voru ofarlega í okkar huga, til dæmis forvarnarmál. Hvernig sjáu þið þau standa í dag? Hvar getum við bætt okkur í forvörnum og því sviði? Sko ég held að það þurfi klárlega að sína að leggja meira áherslu á forvarnir í heilbrigðiskerfinu. Þetta svolítið svona vanmetinn og svona þáttur sem oft gleymist að þessi þáttur heilbrigðismála vissulega partur af þessum málaflokki og það oft sagt að við förum oftar með bílinn okkar í skoðun heldur en okkur sjálf sem náttúrulega bara staðreynd og í rauninni stór skrítið að það skulle vera staðan. Þannig það eitt af því sem við bendum á í þessu plaggi okkar að það þurfa að leggja meira áherslu á forvarnir og svona fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónustu sem getur þó sparað ef að í hlutinu nógu snemtæk að þá hægt að spara bæði sjúklingnum bara greiðlega lífsgæðaskerðingar en sömuleiðis þá fjármuni í kerfinu framvegin. Og í þessu samhengi þá minnumst á til dæmis krabbameinsskimanirnar að sem betur fyrir það var nú hætt við eða frestað að hækka aldurstakmörkun í þær en við viljum sjá að krabbameinsskimanir sé bara fjölgað og þær gerðar enn þá aðgengilegri en þær í dag. Og svo náttúrulega líka það staðreynd að greiðlega hátt hlutfall eru öryrkjar á grundvelli geðrænna vandamála og það annað dæmið svona fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónustu að ef að það gripið nú snemma í taumana og fólk fær viðunandi aðstoð nógu snemma að þá rauninni hægt að spara einstaklingum og sjúklingum tölverða þjóningu og sömulegist þá fjármuni í kerfinu út af því að vandamál ekki orðið jafn slemt og það byrja að díla við að snemma. Já. Algjörlega og við þetta má bæta að það sem við höfum kallað fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónustu líka bara svona að koma í veg fyrir alls konar lífstílstengda sjúkdóma síðan mér að þú veist með forvörnum þá hefur kannski minni líkur á að þú fáir einhver áunna sykursýki eða offitu eða þú veist skemmir í tennunar eða á okkur svona sem auðvelt að koma í veg fyrir og það eins og alltaf segir sparar gífulega bara þú veist peninga og líka bara sparar mikla kvöl þú veist síðan mér að koma í veg fyrir alvarleg veikindi síðar og með ef að við gerum fólki auðveldar að fara í svona bara alls konar check bara fara í ástandsskoðun þú veist kannski á 5 ára, 10 ára fresti ég veit ekki hvað þetta vera þá náum við að greina alls konar sjúkdóma fyrr og þá fyrr hægt að grípa inn í og auðveldar að meðhöndla til þess krabbaminn á fyrri stigum heldur en þegar það búið að dreifa sér og
og ná útbreiðslu. Já. Þannig að þetta er svona, þú veist, já, þetta er svona að okkar mati mjög mikilvægur þáttur sem er alltof lítið talað um. Það er gott að nefna þetta eins og með bílana sko, einu sinni við var til bifreiðaskoðun ríkisins og nú voru margir sem að skoða bíla og þetta er engum í huga að vera með bifreiðaskoðun ríkisins og það er alveg rétt að við hugsum betur bílinn oft heldur en sjálf okkur. En við sjáum líka hvað árangur næst eins og með tannhirðu ef að passaður upp á þetta með börnum að þá bara er gjör breyting á tannhirðu fólks og það getur haldið sínum eigin tönnum fram eftir öllum aldri og þannig er hægt að sjá þetta á fleiri sviðum. Þessar forvarnir eru gríðarlega mikil sparnaður fyrir heilbrigðiskerfið síðar meir en það er ekki beint hugsa þannig, það er meira svona sjúklinga og sjúkdómadrifið heldur en forvarnadrifið má segja. Þannig að þetta er áhugavert en þá komum við að því kannski hvernig þetta rekstrarform ríkisrekstur hendar til þess að stuðla þessum breytingum sem þið eruð að nefna að nú er það yfirleitt þannig að ríkið er tiltölulega njörfað niður í þrönga skilgreiningu á því hvað þurfa að gera, hvað eru sjúkdómar og hvað er heilbrigðismál og það er einmitt erfitt að taka upp virkar forvarnir og heilbrigðiskerfi ef að einstaklingar og almenningur er ekki þáttakandi í því. Þið eru náttúrulega komið með stefnu þá í því að það þurfa stórauka sjálfstætt starfandi fyrirtæki á þessu sviði, einkarekin fyrirtæki. Ég gerir ráð fyrir því. Já, algjörlega og sko við erum grunninn má tala að heilbrigðiskerfinu séu 3 rekstrarform. Það er opinber rekstur, einkarekstur með samningum við Sjúkratryggingar Íslands og svo svona bara pjúra einkarekstur sem er án samnings. Og grunnstefið okkar í þessu er að færa sem mest inn í mengið sem er einkarekstur með samning. Það er að færa þjónustu sem er í opinber rekstur í dag yfir í einkareksturinn og færa síðan og svo semja við aðila sem eru í einkarekstur nú þegar. Og lykillinn að þessu er að stórefla Sjúkratryggingar Íslands og gera þeim kleift og heimilt bara að semja við sem flesta aðila. Og samlega því er að horfa á að fé fylgi hverjum sjúkling þannig að þú ert tryggður hvort sem að þú veist hvert sem þú leitar í þá þessum annarkvort opinbera kerfinu eða einkareksturinn sem er með samningu Sjúkratryggingar. Þannig að þá fær sjúklingurinn valfrelsi og getur bara valið hvert hann fer. Já, þetta hljóma nú mikið í takt við það sem við höfum verið að velta fyrir okkur í velferðarnefndinni. Við höfum verið líka að leggja áherslu á það að það séu alltaf 2 valkostir að minnstakosti, alveg eins og við erum komin með fleiri en 1 háskóla, að ekki bara fyrir nemendur heldur líka fyrir kennara, að þegar þeir eru að koma til Íslands, ungt fólk vel menntað, að það þurfi ekki bara að leita á 1 stað til að fá vinnu. Það hafi valkost fleiri en 1 vinnustað og ég var sjálfur í háskólanum í Reykjavík og þar urðum við vitni að þessari miklu breytingu sem varð þegar að sá skóli kom að þá var mikið ungu fólki sem sá möguleika að komast inn í kennslu og þess vegna prófessorstöður í öðrum skóla en Háskóla Íslands þar sem að ég var eiginlega biðlisti eftir því að komast inn í svona stöður því að það var ekki mikil endurnýjun og ekki kannski eins mikil nýsköpun en svo hafa báðir skólarnir notið góðs að því að það myndast heilbrigð samkeppni að standa sig vel og eins og deildarforseti lagadeildar sagði ykkur tímann að það besta sem kom fyrir lagadeild HÍ var að lagadeild HR var stofnuð. Þannig að þetta svona segir ýmislegt skólakerfið og það sama hlýtur að gilda heilbrigðiskerfið og það hlýtur að vera hægt að eins og þú segir að láta fé fylgja sjúkling eins og nemenda og svo tryggja bara gæði og hafa eftirlit með gæðum. Einmitt, algjörlega og þú veist, þetta er svona punktur sem að ég skil ekki að það eru flestir á móti einokun
og flestir eru hlynntir samkeppni nema þeir kemur á heilbrigðisþjónustu oft. Þá er einhvern veginn svo fólk vilja ekki samkeppni, en þú veist, ég menna það bara sambærilegt og þú nefndir með menntamálin, þá getum við séð fram á slíkt gerast með í heilbrigðismálum, og gott dæmi um það er breytingin á heilsugæslukerfinu, þar sem að að féð fylgir bara sjúkling og þú getur valið hvaða heilsugæslu þú ferð til, ert ekki lengur bundin við þína hverfis heilsugæslu, og það er bara stór aukst samkeppnin í heilsugæslum og eftir sem ég best veit hefur bara gæðin og þjónustan batnað til muna. Maður sér í rauninni ávinning fyrir alla hagaðila í breyttu fyrirkomulagi, og það bæði hefur sjúklingurinn þá valfrelsi til þess að velja sér hvar hann sækir þjónustuna, og ekki síður starfsfólkið að hafa val það hvar það vinnur. Og svo auðvitað er samkeppni afinu góða, og það til þess fallega að fólk auka skilvirknina og fólk reynir að gera meira fyrir minna og bæta þjónustuna, og það er það sem þetta snýst þegar upp í staðið, að þá þarf þjónustan að vera sem best. Þetta er nákvæmlega eins og það bara að sjúkraþjálfarar í dag, þeir eru sjálfstætt starfandi, og það er oft talað um þetta að vera non-profit, en auðvitað er þetta ekki non-profit í þeim skilningi að fólki sem vinnur þarna á þetta og það fær sín laun, og laun þeirra mótast að því hversu vel þau reka sína sjúkraþjálfun, og það er óbeinn arður má segja sem þau fá í formi launa, og það er eins með lækna, og það sem þarf bara að tryggja er að eftirlitið með þessu sé í lagi, þannig að menn misnóta ekki eins og maður hefur heyrt að hafi gerst, og það kemur óorði á einhverja aðila, að það er eins og allstaðar að það veri ekki eftirlit með hlutunum, þá náttúrulega eru hlutir ekki í lagi. Þannig að mér finnst þetta bara mjög ánægilegt að heyra ykkar sjónarmið í þessu, og þá ef við komum til dæmis að Landspítalann sem er mikill uppbyggingu núna, og það fer mikil orka í að byggja hann, og tók nú allt og langan tíma að koma þeirri bygging á stað, eða viðbyggingum má segja, og þá er spurningin með framtíðina, hvernig þið sjáu það fyrir ykkur, er ekki grundvöllur fyrir fleiri en einu sjúkrahúsi á höfuðborgarsvæðinu eins og var hér áður, fyrir við vorum með borgarspítala sem borgin rak, Landspítala sem ríkið rak. Ég er ekki að mæla með því að borgin fara aftur að reka spítala, en held að það væri nú ekki til heilla, en það væri aftur á móti spurning með þann rekstur sem í dag er að fara til útlanda, sem er að langi biðlistar, þar sem við getum kallað svona hefðbundnar lækningar eins og öldrunarlækningar, meðalmaskipta aðgerðir, svona rútínu aðgerðir sem krefjast ekki bráða aðgerða eða háskóla rannsókna starfsemi, að getið ekki séð fyrir ykkur að í framtíðinni verði til annar spítali sem að styðji við og vinni sérhæft á þessu sviði. Það er eitthvað sem við hefðum áhuga á að væri í stefnunni, að næsti spítali er slíkur. Jú, ég held að það, leið og við ítum undir að sé þetta fjölbreyttara rekstrarform eins og við nefnum í plagginu, að þá ætti í rauninni auðveldlega að vera hægt að í rauninni skipta þessu svolítið upp í tvennt, að Landspítalinn sé í rauninni sá staður sem að sinnir þessari neyðar lífsnauðsynlegu heilbrigðisþjónustu eins og nefnir þessi sem kannski krefst líka einhverja háskólarannsókna, en að svo sé í auknu mæli verið að leita til einkaaðila, hvort sem það sé einn sérhæfður spítali í því eða fleiri neitt sem að í rauninni sinna þessum svona valkvæðri aðgerðum. Einmitt og þessar valkvæði aðgerðir, það sem við erum að reyna að segja líka er að ef við útvistum þeim af Landspítalanum til einkaaðila, þá hefur það svo mikil svona keðjuverkandi áhrif að þær aðgerðir sem að hefðu farið fram á Landspítalanum og fara fram á einhver annar stofu núna, náttúrulega losar pláss á Landspítalanum og
gefur, þú veist, Landspítalanum auki svigrúm og bara einbeiting og fókus til að bara að hlúa að þeim sem fyrir eru og þú veist, þurfa á þeirri þjónustu að halda. Þannig að þetta er rauninni og líka var þetta svo sjúkrahúsarýmin, plássin, alltaf tala um að þessi yfirfullur Landspítalinn og eitthvað svona, og að þú veist, hleypir einkaaðilum að borðinu, þá rauninni leysir þetta svo marga vanda, það léttir undir á mörgum sviðum. Og eins og með sjúkrahús sem þú nefndir að þetta er með alls konar svona sérfræðilækninga að lækna, þú veist, húðlæknir, hálslæknir eða bæklunarlæknir eða eitthvað svona, það þarf ekkert endilega að vera á Landspítalanum og veist, það er alveg einhverjar stofur sem eru til, sem eru ekki á Landspítalanum, sem er jákvætt, en þeim ætti fjölga en frekar. Og þú veist, eins og við nefndum bílinn í skoðun áðan, að þú veist, ef þú ert að fara með bíliðinn á verkstæði, þá ringir og spyrir þeirri hvað er langur tími í bið, get ég komið, þú veist, hvernig get ég komið, og ef það segir, kemst þetta mánuð, þá ringir á næsta verkstæði. En það er alltaf oft sem að, þú veist, þú hefur henni bara einn valkost, eða fáa að minnstakosti, það sem að, þú veist, þú ringir og bara, já, þú kemst hérna eftir 3 mánuði, og hefur ekkert val um að ringi í fleiri. Og þetta er svona, þú veist, við teljum öllum til hagsbóta að fleiri komi inn á þannig marka með aukinni samkeppni. Já, það er gott að heyra. Þetta er fullt að tækifæri með þessu og við sjáum líka bara að það er nú heilmikið af einkareknum stöðum í dag. Það er hérna í Mjódd og það er Domus Medica og það er fullt af þessum einkareknu stöðum sem að er að sinna aðgerðum sem eru reyndar kannski ekki stórvægilegar en létta gríðarlega mikið á heilbrigðiskerfinu. Varðandi nýsköpunina, ef við komum aðeins inn á það, þá er okkur umhugað nýsköpun á þessu sviði eins og öðrum sviðum og þá er spurning hvaða tækifæri eru þar. Hafið þið hugleitt það eitthvað og þá líka jafnvel hvort að möguleiki á að flytja út heilbrigðisþjónustu. Við erum náttúrulega aðeins óbeint með þeirri þekkingu sem við höfum eins og fyrirtæki sem eru bara Keresis, gott dæmi. Hafið þið hugleitt þetta eða verið í tengslum við aðelar sem að sjá tækifæri í þessu? Já, náttúrulega þarna mætast náttúrulega þessi tveir heimar sko, efnahagsmálin og heilbrigðismálin. Það er náttúrulega verið að leita logandi ljósi að nýju útflutningsgreininni og þar er oft talað um að það sem væri svona æskilegast væri ef að sú grein væri svona hugvitsdrifin og þar einmitt höfum við Íslendingar bara verið framúrskarandi að leggja fram lausnir ekki síst í heilbrigðismálum eins og bara þú nefnir Keresis og svo Össur og Alvotech og Sidekick Health og mjög mörg fleiri dæmi sem einmitt svona þú veist eru lausnir í heilbrigðismálum en sömuleiðis eru svona já, allavega sína manni möguleikan á því að næsta svona kannski stóra útflutningsgrein Íslands gæti verið hugvitsdrifin og mögulega þá bara hugvitsdrifin heilbrigðisþjónusta. Já, og það er miklu meiri líkur á því að ef einkaaðilar eru að sinna þessu þá sé meiri hvati til þess að gera þetta heldur en ef það er ríkisrekin stofnun, ekki að starfsfólki þar sé ekki áhugasamt um það en það hefur minni tíma, það er meira álag eins og á Landspítalanum, þarf að reyna að létta á starfseminni þar þannig að sá spítali geti til dæmis tekið meiri þátt í nýsköpun og rannsóknum sem leiða til aukinna þekkingar sem við flytjum til útlanda. Ég held sjálfur að það sé mikil tækifæri í þessu og það er mjög gott að heyra að þeir séu með þennan þanga líka því að okkur vantar einmitt svona hugvitsdrifnar atvinnugreinar. Unga fólki vill fara þangað, þar eru meiri tekjumöguleikar og það er líka meira alþjóðlegt, meira spennandi heldur en kannski að vera í mjög hefðbundnum greinum. Nú svo eru hérna ýmis önnur mál sem að brenna á okkur á heilbrigðissviðinu sem við sjáum, eldri borgarar, hjúkrunarheimilin, þar sem er fullt af vandamálum, fjölgun öryrkja vegna geðfallana og annarra sjúkdóma. Hvernig eigum að takast á við þetta? Hafið þið eitthvað velt þessu
fyrir ykkur sumt að því sem þið hafið nefnt auðvitað gæti leyst þetta. Þjóðin er að eldast gríðarlega mikið, ef að vinna lengur, ef að reyna að virkja mannauðin lengur. Einmitt sko, eins og þú segir, þjóðin er að eldast og það er bara staðreynd og maður sér það og því er alltaf meiri eftirspurn og þörf á alls konar svona öldrunar þjónustu og þú veist, opinbera heilbrigðiskerfið höndlar illa sko stöðun í dag að sjá allt sjálft, bara hefur ekki bólmagn í það og hvað þá í framtíðinni þegar þú veist, þegar eru alltaf fleiri eldri borgarar þú veist, að fara á eftirlaun og svona og sem þurfa að sækja þessa þjónustu, þá er rauninni óhjákvæmilegt að einkaaðilar stígi þar inn með hjúkrunarheimilum eða einhverju öldrunar þjónustu sem að þar er til staðar. En varðandi sko vinnumarkaðin, sko við erum alltaf að eldast og þú veist með framþróun í læknavísindum og vitundavakningu í bara þú veist heilsu, þá erum alltaf einhvern veginn að lifa lengur og þú veist mér finnst ekkert ólíklegt að þegar að við Halla erum komin á þann aldur að fara á þú veist ellilífeyri að þá þú veist séu maður bara í þannig formi að maður getur unnið til þú veist 75 eða eitthvað, ég veit ekki sko þannig að þú veist þannig að það, ég held að það sé alveg þú veist bara eitthvað sem að þú veist mun bara spilast eftir hvernig það er svona til langstíma. Ég verði komin orðið ráðandi í listum félags eldri borgara. Komin í SES. Þið verði komin í SES. Sitið með mér á fundum hérna með Halldóri Blöndal. Mjög gaman. Við söknum þeirra að funda mikið sko. Það er hljótt að fara að koma aftur bráðið núna. Það verður að opna meira. En ég veit ekki hvað tímanum líður hjá okkur en er þetta ekki farið að verða bara nokkuð gott svona ef ég bæti ykkur við í lokin. Þetta er búið að vera ágætt spjall, bara spennandi að sjá hvaða samljómur gæti orðið með okkur í ályktunum flokksins á landsfundi vegna þess að við þurfum að vera með harðari og skýrari stefnu á þessu og gefa ekki allt of mikið eftir í þeirri ríkisstjórn sem við vonandi verðum í næst og þó að það hafi gengið vel núna og verið góð samstaða farsóttina og hvernig við tökumst á við það að þá eigum við alveg eftir að takast á ýmislegt í heilbrigðiskerfinu sem að ég held að við séum ekki sátt við allt í dag. Þannig að við verðum að koma brött inn í pólitíkina og inn í kosningabaráttuna með okkar stefnu sem ég held að sé eigi að vera öllum til heilla. Algjörlega. Ef við ekki segja þetta bara gott og kæra þakki fyrir komuna og ykkur áhorfundur fyrir að horfa á þennan fyrsta þátt og þið heyrið frá mér aftur fljótlega. Takk.